Komið sæl og verið velkomin í þennan sérstaka hlaðvarpsþátt í tilefni af 95 ára afmæli Sjálfstæðisflokksins sem að verður 25. maí það næsta. Ég heiti Andri Tilmarsson, ég er bæjarfulltrúi í Kópavogi og aðstoðarmaður Háskóla vísinda og nýsköpunarráðherra. Hérna í þessum þætti ætlum við að ræða við Arnbjörgu Sveinsdóttur sem hefur verið mjög áhrifamikil í íslenskum stjórnmálum og haft mikil áhrif á íslenskt samfélag. Vertu hjartanlega velkomin, Arnbjörg. Já, takk fyrir það. Svona aðeins til að hressa upp á minni þeirra sem eru að horfa og kannski til að kynna þið fyrir þeim sem yngri eru. Þá varst þú heil lengi í stjórnmálum. Þú byrjaðir í bæjarmálunum á Seyðisfirði 1986, þar sem þú varst til 1998. Og 1995 ertu kjörin á þing fyrir Sjálfstæðisflokkinn, þar sem að þú sast til ársins 2009 og sem þingflokksformaður undir það síðasta. Þú hefur verið ötull talsmaður jafnréttismála, talað mikið sjálfbærni í sjávarútvegi og bara verið ansi virk í mörgu, skulum við segja. Það er margt að ræða hérna í dag. Við skulum bara byrja á því að svona, kannski grunnspurningunni. Af hverju ferði í stjórnmálin og hvaða mála voru þér svona hugleikinn þegar þú stígur það skref? Já, svona í fyrstu þá, það vill nú þannig til að ég kem frá mjög pólitísku heimili og faðir minn var bæjarfulltrúi á Seyðisfirði en bestu vinir hans komu úr öðrum flokkum, til dæmis Alþýðubandalaginu gamla og heima við eldhúsborðið hjá mér voru stjórnmál rædd mjög mikið. En svo auðvitað þegar ég fer í menntaskóla og svona þá fór nú hugurinn í allar áttir en að sjálfsögðu endaði ég svo eftir góða yfirvegun hjá Sjálfstæðisflokknum. Það var ekkert annað sem kom til greina. Einmitt. Þannig að þú flytur aftur austur þá eftir að hafa komið í bæinn í nám og ferð þá í bæjarmálin? Þá fer ég svona fljótlega í bæjarmálin, já. Einmitt. Ok, og svo ef við kannski bara tökum það sem að ég var spenntastur að spyrja þig að þegar ég fekk að taka þetta viðtal við þig hérna í þessu hlaðvarpi. Það er þessi ár hérna 2005 til 2009 þegar þú ert þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins. Þarna eru auðvitað miklir öfgar í báðar áttir á þessum 4 árum. Þarna erum við með annars vegar góðærið og allt partíð sem því fylgdi og síðan alveg á hinum endanum í bankahruni og hallari. Hvernig voru þessi ár? Já, það er eins og þú segir, þetta voru töluvert miklir öfgar. Það var auðvitað, okkur gekk rosalega vel og við okkur fannst bara íslenskt þjóðfélag sem það var á mikilli siglingu og þetta gerðist margt mjög jákvætt á þessum árum en auðvitað fjármálakerfið keyrði svolítið fram úr sjálfu sér og í hruninu þá er þetta mikil áskorun sérstaklega eftir að við lendum svo í stjórnarandstöðu að svona halda okkur þannig að passa það að menn gerðu hlutina svona fær ekki þau stjórnvöld sem tóku við að við þurftum svona alveg að halda í spottana þar sko og sem þýddi það meðal annars að við fórum í málþóf sem var nú ekki sérstaklega vinsælt hjá okkur sjálfum þegar við vorum í stjórnarsetu en þarna sýndi það sig að það var gott tæki til þess að þau stjórnvöld sem tóku við færu nú ekki alveg út á sporinu. Og það er alltaf einmitt þessi þáverandi ríkisstjórn að fara að breyta stjórnarskránni á meðan að það var mjög svona ótryggt ástand í samfélaginu og ykkur þóttu kannski forgangsröðunin ekki vera alveg rétt. Okkur fannst þetta náttúrulega algjörlega fáránlegt að fara að eyða tíma og orku
þings og þjóðar í að ræða stjórnarskrármál í svona upplausnar ástandi þegar að verkefni voru næg að koma okkur út úr kreppu ástandinu og þetta skildi vera allt í einu orðið forgangsmál í staðinn fyrir að hugsa hag fjölskyldna og fyrirtækja í landinu. Það voru við náttúrulega alls ekki sátt við og beittum málþófi þarna og ræddum stjórnarskrána bara mjög málefnalegan hátt og mér nú minnistætt nokkrir grandvarir fyrrverandi ráðherrar sem ekki voru sáttir við að fara í málþóf en notuðu tímann til þess að ræða stjórnarskrána á mjög málefnalegan hátt og sem að ég held að hafi verið mikil nauðsyn og ég held að sé alveg ástæða til þess að menn skoði þær ræður mjög vel sem að þar voru haldnar í þinginu núna þegar að menn fara aftur að hugsa hverju má í rauninni breyta í stjórnarskránni. Algjörlega, ég tek það til mín, ég held að maður hefði örugglega gaman af því að kíkja á það. Var á þessum árum, það var mikil reiði og þannig ég í grunnskóla, maður upplifir þetta alveg frá öðrum enda og svona var kannski pínu hýði fyrir þessu öllu saman, ekki komið með húsnæði eða lán eða einhvern veginn að horfa í augu við mótmælendur á Austurvelli, komið aldrei augnablik þar sem að þið langaði bara að hætta þessu og bara fara heim austur og... Nei, þetta var bara verkefni sem við urðum að vinna og þetta var náttúrulega á tíðum var þetta mikið læti og það var til dæmis varla hægt að vinna stundum í þingflokksherberginu því það stóð einhverjur og bönguðu á gluggann. Svona eins og Palestínumennirnir hafa verið að gera Já, þannig að þetta var ekki, en einhvern tímann leit ég nú út, löggan var búin að banna okkur að hreyfa gluggatjöldin en ég var eitthvað pirruð og leit út á gluggan og horfði þá í augun á sveitunga mínum og hann tók félaga sinn sem var með hann og þannig að þau löbbuðu burtu. Greinilega kunni ekki alveg við þetta og eins auðvitað þegar það var ráðist upp á pallana þá var ég upp á skrifstofu þingsins og við héldum við hurðina, ég og tveir starfsmenn aðrir héldu við hurðina sem liggur frá stíganum upp palla inn í skrifstofuna. Og þetta var auðvitað allt óskaplega sérstakt ástand en ég leit bara á þetta sem verkefni að takast á við maður var ekki skelkaður þannig, heldur var þetta bara eitthvað sem við þurftum að gera að reyna að vinna okkur út úr þessari ástandi sem að var og auðvitað með hag fjölskyldna og fyrirtækja í forgrunni Sem að óhætt að segja hafi tekist þó að hafi auðvitað tekið ykkur ár á eftir að vinna úr þessu en við sáum það bara hvernig tókst á endanum að gera þetta allt saman nokkuð farsællega upp. Já, ég algjörlega sammála því. Ég held að það hafi bara eiginlega verið mjög eftirbreytnivert hvernig þetta á endanum tókst Einmitt. Þetta augljóslega hlýtur að vera svona minnistæðu tími á þinginu en var eitthvað annað sem að þú manst eftir sem að svona stóð upp úr frekar en annað á þessum þingferliðinum? Það auðvitað svo óskaplega margt sem að gerðist á þessum árum Þetta náttúrulega samfélag sem í miklum vexti og allavegana mál sem að komu upp sem að menn þurftu auðvitað að leysa og ég vil nú kannski ekkit vera tíunda eitthvað alveg sérstakt en auðvitað margt svona í huganum Hættan alltaf þegar maður fer að telja eitthvað upp og þá vil maður alls ekki gleyma neinu líka þannig að það geti okkur endast ekki þátturinn í slíka upptalningu. En þú varst mikið að ræða sjávarútvegsmálin, menn það svona hluta til svona bakgrunn sem þú tekur með þér á þingið og lést þig þennan málaflokk mikið varða, sjálfbærni og annað. Hvernig svona, þegar þú horfir aðeins öxl núna þessum árum síðar, hvernig finnst þér svona það allt sem hafa tekist til? Ég held að sú leið sem að valin var og við unnum að
það sé svo leið sem að hafi farnast íslensku samfélagi best því að sjávarútvegurinn auðvitað að skila eins og hann rekinn núna. Hann að skila vel til þjóðarbúsins og það auðvitað það sem skiptir máli að fyrirtæki geti haft frelsi til þess að stýra sínum fyrirtækjum eða stjórnendur geti stýrt sínum fyrirtækjum með þannig hætti að sem mestur arður komi frá því og skili sér þá í formi skatttekna í ríkissjóð. Það ekki gott ef að ríkið of mikið að skipta sér af atvinnulífinu, við þekkjum það af sögunni. Hvað þá að vera beinir þátttakendur sem við erum náttúrulega alls ekki sammála og ég held að það hafi mjög sýnt sig í sjávarútvegi að kvótakerfið og sú leið sem við fórum í að stýra sjávarútveginum frá í löggjöfinni, það hefur bara reynst vel og þá leysa fyrirtækin sín mál þegar þeir bara þekkja umhverfið og hafa öruggt umhverfið til að starfa í. Algjörlega. Og ég minna, sjálfbærni í greininni skiptir máli, það sjálfbærni stofnana. Já. Svo sjáum við líka, kannski það nýjasta af stórum fréttum sjávarútvegi, ef svo má segja, Keresis, nýsköpunarfyrirtæki á Vestfjörðum, sem selt fyrir ógnar háar fjárhæðir og hver nýsköpunarverðlaunin og eftir öðrum einhvern veginn fara til greina sem að tengja sjávarútvegi með einum öðrum hætti, þið getur nefnt Skagan, 3X, Marel, þessi stóru og flottu fyrirtæki sem einhvern veginn líka spretta út frá. Já, það afleiðing af þessu, af því að sjávarútvegurinn gat rekið sig með þeim hætti að byggja upp góðan fiskiskipaflota. Þetta gerist ekkert í tómarúmi, það þarf ramman utan þetta og þá verður til nýsköpun þegar menn hafa tækifæri til þess. Þegar mann ekki alltaf, fyrst þegar ég byrjaði að vinna í sjávarútvegi þá var ástandið þannig að menn héngu alltaf á horriminni. Það var alltaf verið að stýra efnahagslífinu í kringu sjávarútveginn, þannig að annarkvort var útgerðina detta á hausinn eða fiskvinnslan. Ég var gjaldkeri í sjávarútvegsfyrirtæki og skrifstofustjóri og það var alltaf spurningin það að fara með listan til bankastjórans, hvort að hann væri já eða nei maður, og þetta bara ekki umhverfi sem að hægt að lifa við og byggja upp almennilegar atvinnugreinar, Algjörlega. Þetta frábæri punktar. Ef við vindum hvað okkur algjörlega í kross og förum bara úr sjávarútvegi yfir í jafnréttismálin. Já. Það eitthvað sem hefur verið þér nokkuð svona hugleikið og var á þínum ferli stjórnmálana. Við ræddum það aðeins áðan að þú nefndir kannski sérstaklega fæðingarorlofið og þær breytingar sem að þar voru gerða. Hvernig þú rifjað það aðeins upp fyrir okkur? Já, það var ég tel að það hafi verið mjög farsælt skref fyrir fjölskyldur í landinu að sú leið var farin. Frumvarpið var unnið í fjármálaráðuneytinu hjá Geir Haarde og að hluta í félagsmálaráðuneytinu og ég kom nú eitthvað aðeins að undirbúningi að því og síðan fór það inn í þingið og auðvitað voru ekki allir sáttir við svona byltingu sem að þetta raun og veru var fyrir fjölskyldur í landinu og ýmsir sem gátu séð eitthvað neikvætt við það en mér tókst sem formaður í félagsmálanefnd að leiða þetta gegnum nefndina með farsælum hætti þannig að okkur tókst á einu þingvetri að koma þessu gegnum þingið og ég nokkuð viss það ef þetta hefði dregist aðeins lengur, ef þetta hefði farið fram að næsta þing að þá hefðu svona andstæðingarnir kannski verið búin að safna betur vopnum sínum gegn málinu en ég held að þetta hafi svo sannarlega sýnt sig fyrir ungar fjölskyldur að þarna feðraorlofið og sem sagt fæðingarorlofið komið inn þar sem að foreldrar hafa jöfn tækifæri sem þá
og þetta var hugsað frá upphafi þannig að þetta væri jafnréttismál og ég held að það hafi algjörlega sýnt sig og ég held að Sjálfstæðisflokkurinn megi vera mjög stoltur af þessu skrefi sem að flokkurinn tók þarna. Og ég meina, hefur áfram verið einhvern veginn að prjóna við og breyta og bæta? Já, sjálfsögðu, þróast allt svona með tímanum, sko. Algjörlega, þarna lagður mikilvæg grunnur, minna núna fæðingarorlof orðið 12 mánuðir og hefur verið lengt núna í tíð þessar ríkisstjórnar og kannski síðustu vendingarnar í þessu hækkun á þakinu sem að foreldrar geta þessar hámarksgreiðslur. Þannig að núna strax hækkaður upp í 700.000 og hækka síðan áfram í skrefum. Ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt einmitt til þess að þetta sé raunhæfur möguleiki fyrir fólk að nýta sér fæðingarorlofið og góða breytingar þarna gerðar á þessu. En svona bara staða... Og það líka, kannski að taka það líka fram að ég held að ef við horfum á sko jafnréttisbaráttuna svona í gegnum tíðina, þá hafa stærstu skrefin, þau hafa alltaf verið tekin í tíð Sjálfstæðisflokksins. Og ég held að væri sko vert að skoða það hvernig sú saga sko. Einmitt, algjörlega. Svona stjórnmálin í dag, hvernig svona horfir þetta allt við þér einhvern veginn umhverfið í dag með þess að þá var, ég meina, þá voru 95 þegar þú kemur fyrst inn á þing, þá eru 5 stjórnmálaflokkar og voru held ég, meira og minna allavega framan af. Já. Í dagur orðin 8 talsins, samfélagsmiðlarnir orðin miklu fyrirferðar meiri, allir hafa sína rödd einhvern veginn í stað þess að fá hana bara birta í mokkanum á morgun. Og þetta auðvitað mikil breyting einhvern veginn, get ég ímyndað mér. Já, auðvitað það og sérstaklega held ég að samfélagsmiðlarnir breyta náttúrulega rosalega miklu og auðvitað kannski að sumu leyti áhyggjuefni en auðvitað þetta bara með alla framfarir að það þarf að takast á við þær með bara með opnum huga og hvernig við getum þá nýtt samfélagsmiðlana til þess að koma okkar grunngildum áfram en auðvitað hættan auðvitað þetta menn eru bara alltaf að tala við sjálfa sig í einhverju bergmálshelli sko, þar sem að skilabóðin kannski komast ekki á milli hópa og það þessi hætta sem verður að menn sé ekki að tala saman. Hjá Sjálfstæðisflokknum hefur þetta alltaf verið svo mikilvægt, þessi lýðræðisþáttur, við getum alltaf talað saman, við höldum stóra landsfundi þar sem að við tökumst á málin, komumst að niðurstöðu og þetta auðvitað eins í þinginu, þar sem þingið málstofa, þar sem að ræða og bera saman sjónarmið og komast að niðurstöðu. Hættan þegar þetta öll umræða fyrir að fara of mikið fram á samfélagsmiðlum að menn ná ekki að tengjast þvert á skoðanir og diskutera málin. Einmitt, finnst þér kröfur fólks til stjórnmálana hafa breyst eitthvað, kannski meiri hraða eða jafnvel að svona tilfinning fólks fyrir því hvernig verðmæti verða til og hverju til skiptana? Finnst þér að þetta hafa breyst eitthvað svona seinna árum eða? Ég veit ekki, þetta alltaf hvernig menn skilja hvar verðmæti verða til. Þú veist, það hefur alltaf verið þannig að menn hafa haft misjafna skilning á því. En kannski það einhverju leyti að vestna, mann sé færist og fjarlægist svona grunninn, á hverju byggjum við þetta þjóðfélag. En einhverjum tímapunkti held ég að hver og einn komist verði nú að snerta jörðinni í því samhengi, sko. Okkur hefur borið gæfa til þess í fortíðinni að stuðla að öflugum atvinnugreinum, að atvinnufrelsi fólks, hvetja til sköpunar og þetta auðvitað hefur lagt kannski grunn að þessu samfélagi sem við búum við hérna í dag. Já, auðvitað Sjálfstæðisflokkurinn víðsýnn en hann þjóðlegur. En við byggjum alltaf á grunni atvinnufrelsis og einstaklingsfrelsis sem að skiptir auðvitað meginmáli að fólk hafi frelsi til athafna.
sé ekki rammaðir ómikið og á einhverju ríkisklafa sem heldur aftur af fólki. En Sjálfstæðisflokkurinn hefur líka alltaf haft stefnu allra stétta og verið flokkur allra stétta. Þannig að ég held að þetta hafi alltaf verið ástæðan fyrir þessu góða gengi Sjálfstæðisflokksins, því að ég held að ef fólk leggur sig niður við það, þá skilur það þessi grundvallaratriði. Og það þetta sem hefur leitt Sjálfstæðisflokkinn áfram og þetta hefur leitt íslenskt þjóðfélag áfram, af því að flokkurinn hefur verið það lengi við völd og í rauninni arkitekt af því hvernig íslenskt velferðarsamfélag í dag. Einmitt, alveg sammála því. Herra, ég hef búin að heita því að reyna að fara ekki mikið yfir 20 mínúturnar. Ég held við séum orðin rétt rúmlega, en þá kannski ekki svona úr vegi að spyrja hvað gerir maður eftir svona langa feril í stjórnmálum, eða hvað gerir í dag og... Heyrðu, ég rek gistiheimili. Ég ákvað sem sagt að flytja aftur heim á Seyðisfjörð, það sem best að vera og fékk það tækifæri að kaupa hús og byggði þar upp gistiheimili og hef verið að vinna við það. Reyndar vann í 2 ár með því við aðhlynningu á hjúkrunarheimili. Og það var alveg óskaplega góð lífsreynsla. Ég bara hefði ekki trúað því að ég hefði getað unnið slík störf, en það var frábær lífsreynsla að gera það. Og sjá svona hvernig eldri borgararnir hafa það á okkar hjúkrunarheimilum. Og það var frábært. Skemmtilegt að heyra. Þið vitið á hvar þið gistið næst þegar þið eruð á ferðum landið. Komum við hjá Arnbjörgu á Seyðisfirði. Mér langar að þakka kærlega fyrir að hafa gefið tíma til að spjalla við mig í dag. Takk fyrir mig bara. Þetta var mjög ánægjulegt og áhugavert. Það var það sannarlega. Og þakka ykkur sem að hlýdduð og horfðuð á. Ég hvet ykkur til að fylgjast áfram með þessum hlaðvarpsþáttum sem við erum að senda frá okkur þessa myndir í tilefni af þessu stóra afmæli Sjálfstæðisflokksins. Verið sæl.